Já, 100 á mér allt. Skít með loka augum, bróðir, þú veist hvað þið segja. Skórinn pansi skaltu skarta. Ég veit þið færið engan pakka, ljóta liga sem að marka, setja en ekki til að marka. Ég með reykinn fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir ótets meg að þakka sínum guða, ég var átta þegar menn voru að pakka. Bitch, leið mér að tala með skít. Eyði útlöndum í nót, skal ekki að taka mig frí. Fór á ykkur á primari app og smakka ykkur vín. Ég búinn að geyma bestu flöskuna ef þeir vilja bíl. Þið segir mér ekki skít, vil ekki heyra það frama. Engin ágóði á áhættu, ég beið á vafa. Leið þeim að lafa, stíllinn bíja klíka, þeir eru lava. Var ekki nóg að hljóma eins, þeir líka segja það sama. Ég segja það sama, ég segja það satt. Spurðu mig hvert næsta orð í þessu bakt. Ég á Spáni, akkurat núna, bögnin og brúna gerði samning við Guðs og ég ófærum að ljúa. Tyggi brýn brauð, ég þessi gaur og þau vita nýt auðs frítt hau en á auð eins og kvika. Til kynni blödu vannar eyru öllast loksins von. Spurðu mig gerði menn að millum eins og Þorsteinn Jóð. Eitraður í annari heimsálu, segðu annað en self-made skráðu. Sinni mínir slagir og minn aftur alls Guð blessi þetta partir af balinn eins og Mattías. Ekki misskilja þó þú sem mig syngja, en ég þá besti rappari sem nokkuð tímann spitta. Samningsviðræður fyrir vita herra þekki sitt allt. Þau svara bara já eins og ég vinni við að gifta.
Yeah, ey, fokkin við stúf. Ertandi dúfu, veit þau vilja læsa mig í búri, en fokkin ég út. Ég veit að það einhver að tala, smá hitti á húsin, en fokkin ég cool. Þetta ekki drip, þetta rúðin. Þetta ekki drip úr lúðin. Yeah, ey, pluggi mitt peiti, fæ pakka frá búð. Fundir á prikinu, banda með lúm. Ég tala ekki brút og eldur á tól, vilja taka mig á trún. Ey, ég alvöru boss sem ég aldrei í húk. Límið við Martin, ég svarkað í jút og tek stórskjöf í leiknum. Ég alltaf til kombo, ok. Unga mig kom, aldrei koma. Leið mér að deila við dómar. Ég sofna teljandi Jónas, að hitti á mér, færi pakkandi Tómas. Set eitthvað ferskar í flóruna. Ég vantar byggar og krónubla. Ég vil mína rósi, get sínt eitthvað flóer. Ég með fleiri vasa en blóma. Ég mál upp hugmynd með penning í pensli, hvert erind á heima í ramma. Það er ekkert nýtt undir sólinni, klárinn á sölu á leiðinni í aðra. Þeim ekki eins og lasagna, Þið gets cases og klampa, Strákarnir skína en alltaf með grímu, eins og þeir dansa með palla, Rapp eins og krakki á krakki, ég krakkaði kóa. Teikðu af öll eins og örgin að snóa. Vöndun og plöntu, þeir panta í fjóna. Leik með lífið, sofna á skíi, móna í kappningi kóa. Vakna og þakkaði góða, sparki með brósa og staflaði óð. Pluggi mitt elskum, skuldunum 100, hann er ekki að stressa. Þeir eru stressaði, seintir á 100, þeir vil ekki testa. Mótaði í merkum, ólst upp á brekkunni, rósum og stjættin. Fólk sem ég þekki, ég láta það eins og ég þekki. Fokkin við stúf, eltandi dúfu, veit þau vilja læsa mig í búri, en fokkin ég út. Ég veit að það er einhver að tala, smá hitti á húsin, en fokkin ég cool. Þetta ekki drip, þetta rúð. Þetta ekki drip úr lúð. Ég með kipin og mér ekki að liðin í bás og þeir fokk ekki þessi peninga á það. Þessi litundur sé bara bláa. Fjölnir gegn Skutulsfélag Reykjavíkur. Ég ætla að byrja að lesa upp liðið Skutulsfélag Reykjavíkur. Númer 80, Júlíana Thomson. Númer 91, Kristjana Pálína Torfadóttir. Númer 5, Inga Rakel Aradóttir. Númer 8, Dagný Mist Teitsdóttir. Númer 29, Gunnborg Petra Jóhannsdóttir. Númer 43, Marja Guðrún Eiríksdóttir. Númer 88, Ylva Bjarnadóttir. Númer 6, Brynja Líf Þórarinsdóttir. Númer 19, Bríet María Friðjónsdóttir. Númer 10, Arna Björg Friðjónsdóttir. Númer 16, Ragnhildur Kristjánsdóttir. Númer 21, Berglind Rós Leifsdóttir. Númer 32, Birta Sól Hafsteinsdóttir. Númer 15, Kristína Lind Davíðsdóttir. Númer 51, Jensen Sandra Árnadóttir. Númer 62, Heiður Atladóttir. Númer 93, Greta Merta Olstíg Elónor. Númer 38, Elfur Íris Einarsdóttir. Liðs Fjölnis. Númer 27, Karitas Halldórsdóttir. Númer 19, Eva Hundsdóttir. Númer 91, Andrea Kristjánsdóttir. Númer 5, Sigrún Árnadóttir. Númer 13, Laura Murphy. 21, Elisa Sigfinnsdóttir. 22, Karin Þórisdóttir. 25, Elín Darko. Númer 10, Steinunn Sigurgeirsdóttir. Númer 11, Harpa Kristjánsdóttir. Númer 29, Sofía Bjarnadóttir. 28, Heiða María Ásmundardóttir. 24, Tindra Mist Kristjánsdóttir. 64, Svandís Erla Pétursdóttir.
Góða skemmtun. Komið sæl, við erum mættir hérna, ég heiti Baldur og með mér Greipur Radsson. Já, við ætlum að lýsa fyrir ykkur þessum leik hér í kvöld milli Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis. Það eru bara fínn leikur hérna. Ég er ekki með tölu á númer hvaða leikur þetta er, þetta er allavega ekki númer 1. Það eru komin nokkrir síðan þá. Tindi á mér eins og sána, hlæjandi í bakken í tára, heldur að þarna sé Arion, Já. Steinur, hún þjálfaði með því á krakki. Það er rosalegt maður. Hvað er hún eiginlega gömul? Hún hefur alltaf verið svolítið lengi. Þetta er geitin, sko. Jæja. Við megum fá stutt að spá fyrir leikinn, hvernig fer þetta? Þetta voru jafnt fyrstu 2. Svo koma 2 öðru hvoru megin í 3. Það er mín spá. Og þetta endar í þá framlengingu og vesinni? Nei, ég ætla að segja að við fáum 6-4 leik. En það gæti enda öðru hvoru megin. Ok. Þannig að þetta skerst á í seinasta hálfleik. Ég býst við aðeins færri mörkum. Ég held að það veri ekki skorað mikið meir en 3 mörk í leiknum, en ég held að það veri hart barist. Núna fer þetta alltaf að fara af stað. Fyrsta face-off leiksins. Og það eru SR-ingar sem að vinna. Spilunum inn í svæðið. Og koma nú djúpt. Gunnborg hérna setur hann niður. Og er sækja. Þetta spilun er gangandi. Spilunum mitt í sín. Skotið kemur strax. Agga blokkar þetta og sprettur á eftir. Nær hann fyrst, engin æsing. Lára reynir að koma honum inn í miðjuna á Sofíu. Sofía rétt missir á honum og Karen setur hann aftur niður. Þá er hann ennþá inn í svæðinu. Karen með hann. Setur hann djúpt, skoppar framhjá. Rétt ná að halda honum inni þarna. Bökkurinn lendir úti. Spilum aftur upp. Agga með hann. Við erum á steininni. Með skotið en það er blokkað Ingu. Virðist að meitt sig þarna, fengið að beint í skautan. Bökkurinn ennþá djúpt niður í varnarsvæði SR-inga. Klúður sending þarna og önnur rétt á eftir. Maður gefur Hörpu hérna séns með pökkinn fyrir fram markið, reynir sendingan upp á Elísu. Kilo aðn á milli. Berglind komið með hann. Reynir spilið upp, Harpa nær að blokka þetta. Setur hann bara djúpt, þetta verður æsing eða ekki? Jú. Svo strax má pressa. Byrja vel. Vesið fyrir bæði liðin að koma pökknum út strax í byrjun. Ekki enda með skóta maður. Það kom inn 2 blokk vissulega, þannig að það er ekki eins og þeir hafa ekki reynt. Það var Lára sem vinnur þetta face-off. Harpa reynir að rimma honum inn og út, en Sandra grípar hann á bláu og Birta heldur honum inni.
Andrea hérna með góða pressu. Vinnur þetta kill á puckinn og nær honum upp, en Sandra aftur á bláu línunni. Birta setur puckinn djúpt. Andrea kemur honum upp á Hörpu, Harpa setur hann í miðjuna. Þannig Elisa með Láru við hliðina á sér. Skýtur, laus. Reyna að ná honum út, en það offside. Heldur betur tæft. Og droppið endar SR megin. Það Inga. Maður tekur létt snú með sendinguna síðan alla leiðinu upp á kantinn. Kemur hann í gegnum klófið, en puckurinn endar ólangt frammi. Akka með hann á kantinum, nær ekki að vinna mikið lengra og Ylva komið með hann niður í horninu. Reynir að koma hann eitthvað inn í miðjuna. Gerir þar, en Steinun fyrir og kemur hann út á Elínu. Elín reynir þess að sendingu upp á Sofíu. Engin ísingur. Þeir vinna puckinn fram og tilbaka inn í sínu svæði, reyna að koma honum, finna einhverja leið út. Agga niður á Evu. Hann kemur honum aftur á Öggu, en næstu því kemur hann ekki nógu löng þarna. Hættulegt. Hættulegt sitt ekki inn í miðjuna, en skotið næst ekki. Cycle hana, Elisa kom með hann. Reyna að vinna hann inn í miðjuna, en missar hann út. Góð pressa hjá SR. Vinna hann niður. Eva aftur komið með hann og byrjar uppspilið. Þetta lítur að vera æsing. Eða hvað, Steinun Hún kominn. nær honum. Upp á Hörpu. Kemur honum upp. Þar enginn. Rosalegt múf þarna, en rangstaðan. Rangstaða. Face-off. Hann endar SR megin. Að gera vel. Góð pressa hjá Birninu með það. Ja, Fjölni, afsakið. Þetta situr í manni. Birta kemur honum upp hérna á kantinn. Karen reynir að stoppa hann, en pucknum komið djúpt og Caritas reynir að stoppa hann þarna. Rétt missir á honum, en Kemur hann upp miðjuna. puckurinn fyrir langt, en Ekki dæsing. Skotið á netið. Deflekta. Skilur niður á Birtu þarna. Eva með hann á bláu. Kemur hann inn, skotið. Ennþá laus, ennþá laus. Ennþá laus. Rétt kastast frá. Hann upp á bláu, niður aftur. Það lítur út eins og einhvern konar powerplay spil í smá tíma, en tapar hann síðan tilbaka. Flott sending hérna upp í miðjuna, en Sofía nær ekkert að gera við puckinn. Fær hann aftur. Út úr smá klípu og Lára vinnur hann niður. Og nær ekki að koma honum fyrir. Elín nær hann niður á Karinni. Karen leitar að einhverjum möguleikum aftur upp á Elíni.
Meðan hann setur hann inn. Bökkurinn ennþá laus. Kastar niður þetta. Bökkurinn drífur ekki í sig hingað. Flottur snúningur. Og aftur Kara kemur hann á eilinu. Sendir inn í miðjuna, Sofía nær honum. Rangstað, en ná að endursetja spilið. Sofía vinnur hann aftur. Nú eru Andreu. Andrea tekur hann sjálf. Andrea komin í gegn. Upp á Láru, skopar hérna á. Alla leið við Svelli. Hættuleg. Ég var nær stjórnum á þessu aftur. Gerir vel hana. Elísa nær honum upp á Láru. Lára í góða sendingu inn á Öggu. Agga. Nær ekki að komast fram hjá varnarmanninum. Og svo kemur hún inn, en þarna flýgur á hausinn, það er dómur. Fyrsti dómur leiksins fer á Láru fyrir tripping. Fá SR að spreyta sig í powerplayinu. Komið smá sóknarskortur hérna á SR í svona seinni partinum af því sem er liðið er SR ekki búinn að hafa puckið mikið. Björnin svona aðeins búinn að hafa yfirhöndina. En powerplay geti breytt því þó að byrjar ekki vel hjá þeim. Byrjar brösulega. En hvað gerum við þessu? Ylva. Góð droppsendingu þarna niður. Skauta pucknum bara í kring. Upp á Ingu. Sendingin inn, Steinun vissulega nær snertinga á puckinn en Ylva fær hann. En þá bara verið að reyna að spila pucknum. Harpa með harða pressu og kemur hann inn á Steinunni. Steinun sipar hann bara alla leið út. Allir að koma í skiptingar núna. Bara mínúta eftir að powerplayinu. Gott múf þarna hjá Berglindi. Strax búinn að ná fram hjá tveimur og það er 4-2. Nú erum við að finna skotið. Og Caritas Veran. Ef mér skilst rétt þá er þetta fyrsta skot á mark hjá SR-ingum. Jó, ég held sér rétt hjá þér. Það er búinn að koma nokkur eitthvað úr reboundum hjá félagskonum en SR er allavega að koma með skot á mark. Það er byrjun. Hún var að fá eina skiptingu hérna SR-konur og mér líður eins og pökkurinn sé að hreyfast hraðar. Þetta er eitthvað að byrja að ganga. Skoti kemur og það er inni! Það þurfti ekki nema 2. Nei, 50% skotnýting. Ég myndi kalla það svolítið gott. Það er gera vel. Með 9 sekúndur eftir að powerplayinu. Svekkjandi fyrir Fjölniskonur. Þetta var hún Bríet María Friðjónsdóttir sem að nældi sér í þetta mark. Skýtur hann í gegnum trafíkina á kemurunum á milli lappana á Caritas. Það var aftur komin í 5-5 spil. Kristína með hann.
tekur skotið og skoppar hann fram hjá rebound. En Stefán nær honum. Og sendingu með fram batanum. Kemur honum fyrir. Hefði virkað rosalega vel, en Harpa var með píluna í loftkastum. Andra í smá klandri, fellur hann við að reyna að ná þessum puck upp í ríkgrúpi. Leysa vel úr þessu. Koma upp miðjuna. Akka reynir að berjast í gegn og nær pucknum alla leið. Tekur sinn tíma, reynir að finna góða sendingu, nær henni upp á Karinni. Akka aftur komið með hana bláu. Skotið kemur og fær góð varsla þarna. Fjölniskonur hægja hans á þessu, taka hann bara niður. Jón upp hægri. Endar ekki hjá neinum. Góð pressa þarna. Og Harpa nær að vinna. Harpa setur hann upp á bláu. Sofía. Með skot sem að fer hann á kylfu. Þessu konur vinnan tilbaka. Það er Berglind sem skautar hérna alla leiðinu upp. Reynir að komast þarna fram hjá Andreu. Andreu setur kylfuna sinna vel og blokkar miðjuna alveg. Skautapaknum inn, skotið. Karitas með hann. Það er aðeins verið að hraða á þessu. Já. Meira tempó, meiri sendingar. Komnir svolítið vel í gírinn hann núna. Mér finnst eins og SR-konur séu þær eru að ströggla við að koma pucknum út. Fjölniskonur eru svolítið að ná að halda þeim hann niðri og vinna pekkina tilbaka. Hafa komið nokkur tækifæri en þetta er eitthvað sem mætti bæta fyrir næsta leikhluta. Snerting þarna á miðsvæðinu, ekkert æsing. Steinur vinnur hann. Við erum bara í skotið. Þetta er þröngt færi, erfitt skot. En Júlía með gott save hana. Nær að stoppa þetta fristir. Gefur báðum liðum séns á frýri skiptingu. En þá vantar leikmanni á Fjölni en komið við svona núna. Lára með skotið og aftur nær Júlía að frista hann. Face-off sem að S-eringar vinna. Ylva kom með hann í horninu. Byrjar uppspilið. Guðborg nær ekki alveg að halda honum inni. Inga kemur hann að vissa aftur á Guðborgu sem að setja hann djúpt. Sendingin inn í miðju. Inga, skot, framhjá. Gott, vel varið þarna hjá Karitasi. Já, frábær varsla. Virkilega hættulegt færið þarna. Ylva setur hann bara djúpt. Gunnborg pressar á eftir. Góð sending á Andreu. Berglind nær að fiska hana. Löngu sendinguna. Stein í pressunni.
Höknir kasta alla leiðin yfir. Upp á Berglindi sem skýtur hann niður. Andrea reymar hann bara upp. Reynir að finna Öggu en þar á milli var Esseringur, lúmskur. Það var þessi fristir. Flott múf þarna. Skúpar hann svona upp á ísnum. Frekar nett. Ekki alveg viss hver vann þetta en Esseringar enda með puckinn. Jú. Þannig að hljótið ekki að vera þeir. Vögnina á Illu. Agga kemur honum hérna út. Svo fast. Góð varnarpressa þarna hjá Brynju sem að... Illu setur hann djúpt. Næpar í hann sjálf eða hvað? Það er hann ekki alveg. Brynja hann aðeins fyrir henni. Lára á harðasprettum. Það er fullt af ístíma. Kemst ekki fram hjá. Það tekur Killu með sér í leiðinni. Ragnheiður með skotið úr Karlsver. Esseringar að halda honum inni. Sandra með skotið og Karitas bara fristir hann. Ekkert verið að flækja þetta. Nei. En það óþarfur svona snemma í leiknum. Karitas kann þetta. Harpa með hann. Reynir að koma hérna út en Inga er fyrir. Þessir konu ná að halda honum inni þangað til að Steinur segir eitthvað það. Ég var með smá klúður hann og setur hann inn í miðjuna en vel leist. Steinur setur hann bara djúpt. Hann var í skiptingu. Inga með hann. Vinnur hann hérna löngu sendingan upp en hún tengir ekki og við fáum æsing. 5 mínútur eftir á klukkunni fyrir þennan leikluta. Mjög opið eins og er. Já, en það bara eins marka munur. SR með gott powerplay og náða að nýta sér það. Með henni upp á Karni og hérna fellur Lára. Liggur aðeins eftir á. Agga með skot og það er blokkað. Slappskot til raun. Lára komin aftur inn í leikinn. Næra standu, tekur ekki skiptingur að þannig að hlýtur að vera í lagi með hana. Skotið. Júlía með góða vörstu. Kristína reynir að koma honum út en Lára er á honum. Í hefndarhug. Inga nær að skauta með hann út og setur hann síðan djúpt en þetta er æsing en það ekki? Jú. Setur hann beint í æsing. Þessar konur mjög þreytt að reyna að koma í skiptingu en Sindri ætlar ekki að leyfa þeim það. Það virkar þannig að ef þú færð æsingdóm þá má varnarliðið ekki skipta. Sóknarliðið getur nýtt sér það og skipt og fengið ferskt lið á móti þreyttum. Sem að Fjölniskonur gera. Og Eva með gott skot hérna. Það var varið. Eva með skot en það er blokkað hana. Brynja með killuna fyrir. Brynja bakvið.
kemur hann upp á bláu línuna. Ég voru að Heiðu með skotið og Júlíana nær að frysta hann. Þegar að þessar Fjölniskonur komast í gírinn inn í sóknarsvæðinu þá er þetta svolítið eins og það sé að spila manni fleiri þó þau séu á jöfnum velli. Gott spil. Mikið að nýta sér sendingarnar upp á bláu. Nýta sér varnarmennina að koma skotunni niður og grafa síðan bara pökkinn í reboundum. Og ef eitthvað klikkar eins og þarna þá bara setja hann djúpt. Lára. Öggu, Karinni, skotið og góður séns sem Júlíana með góða killutekni og ídunum frá Elisa. Reyna að koma hérna inn en sendingin klikkar aðeins. Fljótara leits úr þessu og þarna er þetta er Lára skilin ein eftir á markinu. En Júlíana... Dómari flautar en pökkurinn ennþá laus ef ég sá ekki vitlaust. Hugsanlega krísa eða eitthvað. Steinunni. Það er hættulegt. Spilið hendur áfram. Dettur. Inn í miðjuna. Hættulegt skotfæri. En skotið klikkaði örlítið þarna. Berglind sendi ekki inn en annað næri þessum ekki. Eva reynir sprettinn. Missir eitthvað pökkinn, fær hann strax tilbaka og aftur. Kemur hann inn. Flott move. Aftur með hann. Og svo. Eva. Smá brasana fyrir fram markið en virkilega vel gert hana við Fjölniskonum. Mikið barátta. Júlíana nær að leysa vissulega vel úr þessu og fristir hann. Eva virtist vera með pökkinn á bandi þarna. Sama hvað hún mista hann oft þá kom hann aftur tilbaka. Svo ekki bara með segul í kilvunni sinni. Eitthvað svo leiðsvill. Kristína byrjar þetta uppspil, sendingin á Ingu, reyna inn í miðjuna en Elisa er þar og er fyrir. Agga með hann. Nei, jú, þetta var Agga. Elín með góða pressu hérna hinn á móti þremur en vinnur pökkinu. Elisa niður á Láru. Lára upp á Öggu. Reynir moves, kemur hann inn, skotið og rétt framhjá. Lára. Upp á Elínu, Elín með skotið og... Endar í skauta SR-ingana. Þar nær hún djúpt. Fjölniskonur fá skiptingu. Það kemur uppspilið. Pökkurinn laus. Skotið kemur ekki alveg fyrir Andrea blokkað. Sofía með skotið. Steinunnar reynir að grafa þennan pökk út. Andrea nær einhvern veginn að halda honum þarna en fellur við. Það til mínúta eftir að leiktíma í fyrsta leikluta. Spurningir hvort að SR-konur ná að halda þetta út. Núna væri Mæsing. gullið tækifæri ef að Fjölniskonur ná að jafna þá koma þeir með gott momentum inn í næstu lotu og reyna að snowballa út frá því, ná að jafna. En ef að SR halda þess úti þá getur þeir verið með gullið tækifæri vissulega á móti og halda bara áfram að spila góðan varnarleik.
face-offið. Kom honum út. Sending þarna, hættulegt. 2 á 1. Sendingin yfir á Ylfu. Skotið Karítas. Vel varið hjá Karitasi. Og Agga ætlar að svara á móti. Hérna tekur hann inn í miðjuna, næstu við komum fram hjá 3. Unnið nánast alla leið þarna. Karin á Láru. Lára tekur hann inn, tekur þessu rólega, reynir að finna sendinguna yfir á Sofíu en það gæti lokast. Þannig er Berglind komin á ferðina. Fram og tilbaka hopping, kemur hann næstu fyrir þarna. Berglind nær að halda honum inn í svæðinu. Góð pressa þarna frá Hörpu. Innur hann lengra niður. Kom með hana bara alla leið. Sofía með hann í miðjunni. Gullið tækifæri. Blokkað þarna á seinustu sekundu. Vá. Þetta er alvöru leikur. Mikil barátta. Þetta hafi ekki verið svona cirka 6-7 skotana bara á 2 mínútum í lokin. Eitthvað svo leiðis. En já, hörku leikluti og staðan 1-0 fyrir S-ringum. Við snúum aftur eftir tæplega 15 mínútur. Hárrétt.
Þá erum við mættir aftur og við ætlum bara að taka annan leikhluta. Já, eftir svona 6-7 mínútur af þessari fyrstu pírötu náðu SR að smeygja inn einu marki í powerplay. En Fjölniskonur vissulega búin að vera frekar sterkar með góða pressu og búin að halda pekkinum inn í sóknarsvæðinu. Þannig að ég bara býst við svari frá þeim í þessu leikhluta, sko. Já, ég gæti alveg séð það fyrir mér, en SR-konur eru búin að komast í mjög góð færi. Vissulega. Gera þetta mjög vel. Hvað eru við með? 3-4 skot eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég hef ekki talið 6 eða 7. Eitthvað svoleiðis. En já, með vissulega 1 mark úr því á meðan að Fjölniskonur eru með nær 20 skotum og ekki ennþá byrjað að telja. En færin hjá SR eru vissulega búin að vera hættulegri eða svona, eða má segja það. Fyrir þetta allt að fara af stað. Það er að málinn á bekknum, Laugardalsmegin. Já, ætli það sé ekki bara of blautt fyrir aftan mörkin. Elva er eitthvað að reyna að prófa að slæta þessu pekki og hann rennur bara að valla. Stoppar þarna í bleytunni. Sjaldan sem hann segir að það sé ekki nógu kalt í höllinni. Já. En við hlustum að góða tóna á meðan. Já, snillíkurinn að Þórir á dökkunum þar. Við erum með sama playlistan síðan hann var 13 ára. Sturlu staðreynd. Sturlu staðreynd. Það sé ekki verið að koma með skúringagræðunar. Ropp er að mæta á moppinu sýnist mér. Skautar hérna fram hjá myndavél, sjáum hann nú reyndar ekki. Róbert er sem sagt dómarinn sem er í vettlingunum. Hann er oft kallaður Robbi Vettlingur. Sterkur á moppinu. Fekk það viðurnefni í menntaskóla, held ég. Rosalegir taktar. Það fær þetta beint úr stikkhandling akademíunni, þessar sveiflur. Í hvort þið sjáu það saman við sjáum. Þetta er virkilega prýðilega gert. Ætla að fyrir sömu meðferð hinum megin, eða? Það getur verið. Það verðist vera að skila moppinu. Eða hvað? Völlurinn kaldari hægra megin frá stúkunni. Mögulega. Já, þá fer þetta að koma. Elva flautar, leikmenn stilla sér upp og við erum að fara í gang. Og aftur virðast að vera SR-konur sem vinna en Fjölniskonur fá pressun út því. Inga með reynir löngu sendinguna en endar ekki æsing. Markið er farið af. Dettur þarna í markið. Það verður að stoppa leikinn. Já, það getur verið léttara eða erfiðara að skora og markið er á öðrum stað. Svo sannarlega. Finnst
stillum okkur upp hérna rétt fyrir utan og Fjölnir skonu vinna þennan puck. Aðeins svo framaleg sending fyrir Elísu þarna en hún nær að skauta inn í hann og koma pucknum djúpt. Vinnur hann upp kantinn, sæklar hann niður en Inga er fyrst á hann með. Elín með rosalega góða pressu, gott stikklíft og vinnur hann tilbaka. Reynir sendinguna inn en það er blokkað. Aftur hörð pressa og reynir að vinna hann tilbaka en Berglind er komið með hann og flott hann hjá Öggu að halda honum inni. Dagný upp í miðjuna á Berglindi. Kvöttar út til hliðana, Andrea með góða pressu og með smá hjálp frá Öggu nær hún pekkinn tilbaka. Það var honum ekki út. Ragnar Dömis sendingan inn. Agga kemur hún bara djúpt. Sofía rétt missar af þessum og Anna er komin í uppspilið. Karitas virðist detta þarna eitthvað. Við leist úr þessu hjá Fjölnir skonum. Tekur sinn tíma bak við netið. Kari með hann. Þessir yngar halda pucknum niðri. Sofía reynir að grípa þennan en virðist hafa verið of fast og Andrea sig. Sofía eitthvað aðeins að tjekka á skautablöðunum sínum. Má náttúrulega ekki alltaf að kenna skautunum sko. Getur stundum verið leikmaðurinn líka. Ennþá er markið laust. Hvað illa borað þarna. Róbert skautar og ætlar að fá borinn. Þannig að græða þetta bara. Þetta er iðnaðarmaður. Já. Hann er mjög góður með allt svona. Góður að moppa og... Ef það er einhver sem er treyst á bornum, ætla það sé þá ekki Róbert. Hann reyndar réttir hann, gjafmyndur. Og Sindri er þannig á hnjánum. Mikið vesen hann með vinstra svelli, bara allt fyrir aftan marklínuna vinstra megin er að klika. Þetta lítur út fyrir að vera leyst. Skulum við vona að losna ekki aftur. Fáum smá spil hérna. Vöknum og rétt með þessan út fyrir, Birta með hann, setur hann bara djúpt. Karen nær að grípa hann hana. Kemur hann í gegnum miðjuna. Sterk sending hérna upp á Elísu. Elísa með hann, skítur og Júlíana. Góð tilraun, vel varið. Kristín með góða pressu. Birta tekur síðan við. Elísa ennþá heldur í puckinn. Nær hún á Steininni. Steininn hann með tilraun að markinu. En Júlíana búin að standa sig mjög vel. Ennþá með 100%. Það eru þessi rebound sem að SR er að díla við alveg freka vel. Þau ná ekki að koma í veg fyrir reboundinn en þegar þau koma þá eru þau farin frekar hratt. Þannig skulum byrja vel inn að face-offið. Skot í legglíf. Árásveitin aftur fyrir sig blindandi. Það þýðir að SR konur eru komnar hérna Ylva nær að dömpa honum niður og það er hörð pressa. Gunnborg hérna á eftir. Dagný reynir að stíga á móti þessu en í stað Elísa nær að snúa sig frá henni og kemst í gegn. En Inga er hérna og stoppar þessa fyrirsendingu. Ylva reynir að koma honum djúpt en Eva er með kiluna fyrir og Pökkarur skópar hann út af.
í 1 af 2 á myndavél hjá SR-konum. Með 2 á myndavél. Jú. Það þarf að ná í myndunum fyrir Instagrami. Jú. Sendingin inn og Berglind reynir að gera eitthvað við það en næst ekki alveg. Harpa kastar pökkinum bara alla leið. Æsing það. Engin skipting á Fjölniskonur. Koma nú vissulega samt inn á. En það bara til að hita þér upp eitthvað. Það ekki bara svona stutt skaut til að fá smá hita í líkamann. Búinn að sitja aðeins á bekknum. Græði sig fyrir næstu skiptingu. Og frætt tekið hana hjá SR-konum. En seinna droppið fer vel. Sofía chippar hana út. Harpa í pressunni. 50-50 pökkur, þá maður að flauta. Þannig að ég myndi segja frekar rétt call hjá Robba. Harpa var með hraða en hinna voru aðeins á undan. Við erum ekki bara að líta á höndunum, hann er líka skarpur. Vissulega. Frýtt með hann á blái. Hérna komin niður, Harpa nær að chippa honum út, Sofía með hann. Tekur köttið inn. Kemur með skotið. Steinun blokkar þetta frá því að komast út. Og skauta með hann niður, kemur með sendinguna fyrir, endar upp á Evu. Eva nær honum ekki alveg og Andrea er komin í backcheckið. Sömuleiðis Eva, hún er einn á móti Börki þarna en Vinna vel tilbaka hana saman í vörninni. mjög flott backcheck hjá bæði Evu og Andrea og vinna saman til að ná þessum puck tilbaka. Andrea komin í uppspili. Nær pucknum djúpt. Akka reyna að vinna puckinn úr klandrinu þarna í horninu. Gunnborg virðist hafa týnt honum á milli larfanna sinna. Ragnhildur nær að chippa honum út og Elín er fyrst að sækja. Tekur þarna lítið feik og nær honum djúpt og er ennþá á sprettinum. Í smá kraftur í þessu. Nú er Kristín sem fer í hann en Akka er fyrir því. Dómur á Fjölni. En SR-ingar halda pucknum. Tekur ekki gildi fyrir við snertum hann. Þær komna með 6 menn inn á. Tóku markmanninn út af. Því að hvort sem er ef að Fjölniskonur ná allavega að markinu þá væri búið að flauta dóminn. Akka nær hana og dómurinn kom inn. Það er tripping. Tripping á Öggu. Ég skil hennar dóm vel, hún var með killuna fyrir. Sein í challenge. Já, hún var með killuna fyrir Kristínu hana og Kristín fellur hana. Droppið. Arna kemur honum upp, yfir á Ragnhildi. Já, seinasta markið í þessum leik kom frá SR og í powerplay. Og það var einmitt þessi powerplay lína sem skoraði. Skotið kemur, framhjá. Ná að skjóta honum hann út og Harpa er á harðaspretti. Eftir þessu puck. Virðist hafa gleymt pucknum í smá en nær honum. Við sýndumst hún vera of mikið að fókusa á skauta og hún fór næstu fram hjá honum. Pucknum hérna áðan. En Lára með góða pressu. Reynir að halda þessu niðri. Gott píki hérna en vissulega hörð pressa og þá eru þeir komnir hérna SR-konur með pressuna tilbaka en Andrea vinnur hann
og dömpar alla leiðin. Mjög fínt PK hérna hjá þeim. Djúb pressa í PK-inu. Lára vinnur hann jafnvel. Heldur henni bara frá böknum. Þarf ekkert að gera nema bara eyða tíma í þessa mínútu sem þau eiga eftir. Reynir að komast hana fram með Elínu. Það er hægara sagt en gert. Og Chippy kemur alla leið aftur. Mjög vel gert hérna. Virkilega snyrtilegt. Ef það er rétt hjá mér þá held ég að Fjölniskonur séu búin að eyða lengri tíma inn í sóknarsvæðinu heldur en SR í þessu powerplay. Þessu búin í dömpunum. Við svolítið komum með hann þarna og reyna að finna eitthvað spil upp á Ingu. Skotið en framhjá. Ylva núna með hann á battanum. Missir þetta. Mikið pláss. Hótar slappinu fyrir sendinguna. 5 á 5 aftur. Agga kominn aftur inn og fer beint í pressuna. Kemur niður. Inga með hann hana og Sofía vinnur hann. Ná að halda hann minni. Elín upp ás. Og þannig er Sofía komin í gegn. Tekur múfið og nær hann ekki alveg, nær hann gegnum lappirnar en þínir pöknum eftir að ég var á æfingu með hann í Sofíu í morgun og við vorum einmitt að æfa þetta þannig að hefur eitthvað skilað sér. Elísa Já, ég ætla ekki að tjá mig við þetta en það var kílóur á lofti og hún féll þarna Elísa. Komin inn og þarna Lára sterk, tekur bara líkamann. Hún liggur aðeins eftir á þarna. Virðist vera meidd. Eða hvað? Nei, hún reynir að standa upp. Elísa með hann. Elísa setur hann bara djúpt. Eins og hún hafi slasað sig svolítið. Þarna. Skríður út af. Nær því og SR tap ekki manni á þessu. Ói, þarna! Virkilega góð tilraun. Skoppar yfir Júlíunu og Lára næstu búin að ná að slá honum inn. Sofía kemur honum aftur inn en þarna skotið blokkað en Steinun sæklar honum hérna yfir á Sofíu. Það tvær svolítið að taka saman plássið. Það kemur skotið en rétt svo vítt. Það er dómur. Dómur. Líklega stripping hann á Birtu. Fyrir nákvæmlega sama og Agga var að gera. Nema í þetta skipti er það öfugt. Fjölnir með fyrsta powerplay leiksins. Já, fyrsta powerplay sitt. SR er búinn að fá 2 núna. Jú. Það er það sem ég var að meina. Já. Tæplega hálfnaður, 3 sekúndur í hálfnaðan leik og staðan er 1-0. Ætla Fjölniskonur bara að taka öfugan leik og skora í seinni helmingur á leiknum og hafa þetta síðan bara jafnt og fara í framlengingu. Það er spurningin, ég er ennþá að spá 6-4. Ennþá að spá 6-4. Það er nóg eftir. Já, vissulega. Helmingurinn eftir. Sigrún með rosa góða snúning hérna, kemur hún yfir á Láru og Lára rétt svo missir af þessu. Fram bakvið, rengi fyrir fram að mark. Sofía virðist vera að taka þetta marksvæði, þannig að ef hún kemur niður þá er það autt. Skot úr þröngu svæði. Vissulega mjög gott, það vantaði bara örlítið á að þetta hefði verið inni með eitthvað rebound og heppni. Kemur hann yfir og Agga nær að grípa þennan. Agga kemur nú bara inn, Elísa með hann. Elísa. Heldur hún bara, spila hann rólegan. Klúrar þessi sendingu upp okkur vissulega ennþá inni en Lára ætlar ekki að taka því og ætlar bara að endursetja þetta.
Smá reset. Sofía nær þessu pekki en með vissulega smá erfiðu og Elisa brýst hann í gegnum 2 menn. Rétt svo missir hann framhjá. Svo bakvið. Sofía sækir hann. Góð vörn þarna. Sippuð út en Elisa er með hann en skilur hann eftir í svæði þar sem að aðlega eru bara komin. Virkilega hættulegt. Kristín rétt svo missir af þessu skoti. Andrea með hann á enda 20 sekundur eftir í powerplayinu. Andrea ætla bara að skauta. Gera það mjög vel og er komið framhjá. Já, langt flestum. En það stoppar hana. Ragnhildur kasta alla lið niður, Elín pekar hann upp og þetta powerplay er búið. Birta fá að koma aftur inn á. Og Inga komin í gegn. Berglind, ein á móti marki. En sendingin tók aðeins á langa tíma. Þannig að Berglind hafði ekki tímann sem hún vildi. Vörnin var komin og tekur skot úr erfiðu anguli með smá pressu. Þannig að Caritas með góða vörslu. Skotið og Svandís blokkar aftur. Lára með hann. Ragnhildur reynir að vinna niður og gerir það. En Lára er fyrst í hann. Reynir sendingarna upp á Heiðu en fer aðeins svo langt. Arna stur hann niður. Og Ragnhildi kemur upp á Örnu og Berglind í pressunni. Eva skautar hann upp. Eva köttar inn í 4 en nær ennþá að halda bökkinum. Nú er það Lára sem gerir tilraun að þessu. Nær að brjótast inn, kemur bökknum djúpt. Fær smá plás, kemur sendingin upp á Karinni. Karin skotið. Rétt svo skoppar hann framhjá. Agga með skotið! Virkilega vel klárað. Finnur hann að smá plás, þröngu færi. Og smeygir hann bara þarna rétt framhjá. Læðir hann bara framhjá markmanninum. Staðan 1-1. Þetta var rosalegt angúl, maður. Þræðunum bara þarna rétt framhjá. Ekki mikið pláss. Staðan jöfn. Hver veit, kannski 6-4. Mörkin er alltaf að byrja að koma inn. Það getur allt gerst í þessu. Eitthvað eru dómararnir að spjalla við boxið. Verið að spóla hana fram og tilbaka í streyminum. Hvort það sé verið að finna Það hafi verið brot í aðdraganda marksins. Eða eitthvað allavega. bara fyrst í klukkunni. Þetta er bara eins og laugardegi þegar maður er að horfa á ensku deildina. Allt í köku.
Aðaldómari kominn úr skjánum. Það er bara að spjalla við þjálfarana, já. Er það ekki rétt með en voru ekki 7:45 á klukkunni? Eftir markið. Ég held að það hafi verið tekið 2 mínútur af klukkunni. Það sé þá vesenið. Það er tímavesenið fyrir eitthvað heldur en Já. það verið að setja út á markið. Getur verið. Við fáum ekki skýringu innan skams. Já. Nú getur einhverjir áhorfendur spólað tilbaka og tjekka á þessu. Báðir þjálfarar virðast að vera sáttir við þennan dóm. Virðist vera alltaf í lagi núna. Ekkert dæmt af og leikurinn fer í gang. Áhugavert. Já, 2 mínútur horfnar. Hvort að það hefur verið klukkan stopp á einhverjum tímapunkti. Við skulum einbeita okkur að leiknum að því Sofía er búin að brjótast inn í gegn, komin niður, setur fyrir. Pökkurinn er frosinn, er það ekki? Jú, gerir vel, markmaðurinn. Jónína er búin að vera flott á þessum rýbandum. Búin að taka þau öll. Sindri eitthvað að spá í hönskunni hjá Láru. Ég held að það sé treyjan. Treyjan má sem sagt ekki, já, hún þarf að hylja alla hendina. Það er áhugaverð regla sem að ekkert allir vita og það er ekkert alltaf farið eftir henni. Þetta er enda þarna úti. Já, Ylva slæri eitthvað í hann, skápar að killuna yfir og yfir á back SM-ana. Og kemur face-offið. Lára vinnur hann niður á Andru sem reynir að taka spilið niður á Evu en klikkar í droppinu. Pökknum ítt hérna inn. Ylva í pressunni á móti Evu. Eva tekur bara rólega og vinnur hann að Pökk. Reyna að senda hann fyrir en náði ekki og Karitas fristir. Fjölniskonur búinn að vinna núna þó nokkur face-offi röð. Já, það er rétt. Það er búið að snúast við þar. Já, bara allavega síðan powerplayið þeirra var, hugsa ég. Segja það. Það er taka. Elín heldur hann hérna niður. Pökknum kastað fram og tilbaka eftir battanum. Steinur reynir að koma honum út. Og er tekinn á rás. 2 á 1. Sofía með skotið og Það er rétt yfir. þetta. Mér leiði þess að þetta væri að fara beint bara í hornið á markinu sko. Með betri færunum okkar hérna í seinni. Já. Okkar Fjölniskona þá. Erlín skautar honum hérna inn, reymar honum yfir. Vinnur hann í gegn en það er bara Sofía sem er ætlar að reyna aðra allegu að markinu. Hún er ekki jafn langt í þetta skipti og Birta er komin í gegn. Fer hann niður í horn, vinnur hann upp á bláu.
Gott spil hjá SR-konum. Koma á markið. Það enda bakvið. Elín skýtur hann upp og rennur þarna í gegnum bláu línuna. Birta setur hann djúpt, Kristín eltir á eftir, Karen tekur bara líkamann fyrst, reynir að taka puckinn en nær því ekki. Hörð barátta þarna aftan markið. Erum hérna vel. Spilum við. Sendi ekki mislökið. Abba setur hann bara alla leið en Elisa er á sprettinum. Den hífi amdi en Elisa nær rétt á undan. Sem að þýðir engin æsing. Elisa setur hann í gegn. Lára nær ekki alveg stjórn á pekkinum. Setur hann vissulega á markið og þarna er Jónína að frysta hann. Það er ekki Jónína, það er Júlíana, afsakið það. Og við stillum hérna upp í varnarsvæði SR-inga. Og já, er þetta ekki fyrst, ja, vinna það vissulega ekki. Þetta er annað í stríkið hérna hjá félagsskónum. Smá bras þarna og Júlíana frystir. Þarna ekki það. Steinir hann á snemma. Það er svo fljóta á sér. Inga spyrir gegn henn. Agga enda með hann. Ylva reynir að koma um upp. Eva stoppar hann. Setur hann aftur niður. Steininn bak við markið. Snýr. Tímur hún næstu þarna fyrir. Agga á Andru. Hann reynir að koma um inn en fer fram hjá. Lára á réttum stað á réttum tíma. Vinnur hann í miðjunni og gefur hann djúpt. Fyrst í hann. Agga kemur á Elín á bláu. Skotið misheppnast. Sofíu. Setur hann fyrir. Beint í legglið. Kemur hann fyrir. Enginn til að taka mótunum hana. Agga á mikilli ferð. Dropsending. Skotið endar í skauta. Ekkert nema legglífar í þessari hérna offensive skiptingu. Góð vörn hana hjá Elínu. Já, þú veist, maður má kalla þetta hitt en ég veit ekki hvort þetta var viljandi. Ég held að það er bara klæst ákvarðar og Elín hafði aðeins betur. Hættuleg sending hérna inn í slottið en Betur sem megin við bógan. já. SR-konur fá puckinn út úr þessu og reyna að spila honum inn en það gengur brösulega. Yfir á Láru. Kemur hann upp. Elísa dekk. Ekkert á það. En og aftur hörð barátta fyrir bak við mark Fjölnis. Ragnhildur heldur honum inni. Krúsal að halda þessari pressu 10 sekundur eftir að byrjaðutinni. Vilja ná einu marki inn til að komast aftur í þá stöðu sem við voru í byrjun þessar byrjatu. Elín heldur hún bara. Það er bara vel gert. Búinn. Já, leið mér hratt. Leið hratt. Mér leiðir það bara Jafn leikur. Ég er ennþá að treysta á 5 öðrum megin og
Hvað, 2 hinum megin? 3 hinum einn. 3 hinum megin. Þú sagði 6-4. Jú, herðu. 5-3 byrjuð þetta í næstu byrjuð. Það verður mikið skora. Það er nóg eftir. Já. Getum málað þannig. Vissulega. Já, við skiljum ykkur eftir í 1-1 og komum síðan tilbaka eftir tæplega 15 mínútur.
Þá erum við mætt aftur fyrir þriðju og seinustu venjulegu leiklutan. Ef við förum eitthvað lengur þá erum við komin í framlengingu og vesen og alls konar bull. En akkurat núna, ef að staðan væri eins, þá værum við að fara í framlengingu og vesen og alls konar bull. Alls konar rugl. Já, það er að því að staðan er 1-1, við erum jafn. Fjölniskonur náðu að jafna, já, hvað, með 5 mínútur eftir í powerplay í öðrum leikluta. 0-6. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að, já, þú spáðir 6-4 leik. Já, það er mikið að gerast núna í þriðju, svo það rætist úr því. Já, við þurfum að skiptir náttúrulega ekki hvoru megin hver verður hvar, sko. Þú varst hlutlaus á hvor myndi vinna, en þú varst viss að þetta er 6-4 í mörkum. Já, nákvæmlega. Þannig að þú veist, 5 mörk hjá Fjölniskonum með SR og 3 hjá hinnu og þá ertu komið með þetta. Þú sagðir, hvað, markalítill leikur, það er að rætast aðeins úr líklegri? Já, ég sagði 3 eða minna. 3 eða minna, ok. Þannig að 1 í viðbót og við erum á gulltryggja þetta. Ég veit ekki hvort þið sáu að það er búið að taka Robba af moppunni. Sindri sáum þetta núna. En, Moppan er ennþá á sínum stað. Sanngjarnt á þínu mati? Veit það ekki. Þetta er svipting. Mér finnst þetta okkar færasti moppumaður, en nóg það. Nóg okkar leiknum. Við erum að leggja stað hérna í fyrsta face-offið á seinustu lotunni og það er strax stoppað. Þetta var of snemmt. Elisa er greinilega komin of snemma af stað í þetta skiptið. Það má ekki þjóðstarta í face-offinu. Nei. Ef þú mættir það þá væri enginn eins og þið eru í face-offs. Og aftur er það Fjölniskonur sem vinna face-offið. Þetta skipti ekki með þjóðstart. Við erum komin af stað. Andrea hérna með puckinn, setur hann hætlaði inn í miðjuna og er hún felld, engin dómur, nei. Sýnist ekki, Agga komin af stað. Flugferð snýr, reynir að koma henni fyrir en bara beint á Ylfu hérna. Ylfu. Karen og aftur upp á Ylfu. Ylfa inn! Rosalega var þetta nálægt, þetta var næstu svo markið á Öggu bara þræðan hana, en vissulega hefði verið aðeins setnara í þetta skiptið. Vel gert hérna á Caritas að tegja sig í þetta. Agga. Komur hún minna upp, inn í slottið og komast í blokkið. það var hættulegt þarna, hættuleg sendingi á Öggu, setur hann bara upp í slottið í sínu eigin varnarsvæði, sem er ekkert rosalega sniðug hugmynd þegar maður kann að spila íshokkí. Þetta er búin að vera svolítið löng pressa hérna hjá SR. Hlýtur að vera þreyttar hérna. Fjölniskonur eru vissulega búin að ná nokkrum skiptingum á milli, en SR-konur eru að halda í puckið vel. Halda áfram að setja hann djúpt. Skopp hana fyrir framan. Caritas fljóta bregðast við og frystir hann. Kristín vinnur þetta, Birta með skotið, en það fer beint í legghlíf. Sandra kemur á Birtu. Á pressa. Elisa vinnur hann. Reynir að halda honum þarna. Steinun gerir sitt besta að halda honum inni, en allt kemur fyrir ekkert og gengur ekki.
kemur hún niður, ekkert æsing. Og þarna, þetta tripping. En við skulum snúa okkur að hérna 1-1. Andrea að spila þetta vel. Með kiluna á réttum stað. Þetta vendar í horninu, Elín tekur hann og flautað tripping. Elín að snúa að bóksunum. Fyrsta og eina mark SR var skorað í powerplay. Ætla þau að reyna að endurtaka það, sennilega. Það hlýtur að vera. Það eru búin að spila vel úr powerplayinu. Ekki nógu mikið að skotum. Vissulega. Myndi einhverju segja. Já. Komur sér góð færi. Já, skotin sem þau ná eru allt úr góðum færum en þau eru vissulega allt of fá. Rétt. Fjölniskonur er líka búin að gera vel í PK. Já. Þeir áttu hann að seinasta PK-ið sitt var alveg rosalega gott. Eyddu eiginlega meiri tíma í pressu heldur en í varnarsvæðinu. Það er rétt. Komum hana yfir. Lára sterk. Ylva eitthvað að reyna. SR haldi honum. Kemur hún niður. Bak við markið. Og upp á bláu. Fjölniskonur sterkar en að spila þetta box. Hissa hann aðeins frá sér hana. Eva er bara komin í gegn og setur hann bara niður. Snirtileg. Fjölniskonur eru að spila núna á box og þú vilt spila þannig að þú vilt láta þær spila fyrir utan og andstæðingarnir spila fyrir utan boxið þitt og það er að ganga mjög vel hjá þeim. Það getur allt breyst. Ylva nær góðri sendingu inn á miðjuna en dæmt rangstaða. 43 eitthvað aðeins inn fyrir. Þessu kemur og það er Elisa sem er snöggast af. Nær fyrst, vissulega ekki of snögg í þetta skiptið. Ragnheiður. Kemur hún niður. Sendingin upp á Berglindi. Yfir á Bríett. Sendingin niður og skoppar hana yfir kýrunni á Ragnhildi. Bríett með sendinguna yfir Berglind. Upp á Bríett, skotið. Vel varið hjá Caritas. Það verða 10 sekúndur eftir að powerplayinu. Berglind er með hann. Vinnur hann hægt hérna niður, reynir að draga á sig varnarmenn, kemur hann með á Bríetti. Alla leiðina yfir, skotið og inn í slotið og mark! Mjög vel gert hjá SR-ingunum þarna. Það var Arna Björg að setja annað mark SR og aftur kemur það í powerplayi. Mjög vel spilaði pökkur, færist þarna yfir hratt og inn í slottið. Elín nýkomin inn á aftur, mjög svekkjandi fyrir Fjölniskonur. Nú eru Fjölniskonur komnir í catch-up. Rúmlega 15 mínútur eftir og nóg tími til að gera eitthvað. Já, ef þetta fer eins og ég hélt þá helst þetta svona. Svo er það. Ég sparaði minni 3 mörkum. Karen byrjuði að reyna að vinna þennan ekki. Offside dæmt og Harpa ekki ánægð.
Eva upp á Sofíu, góð sending. Sofía tekur vel á móti, erfiðri sendingu. Góð sending, erfið sending. Ekki saman hlutur. Góð pressa þarna. Dómur. Olbogi, nei, bodychecki. Segir Elva á... Þetta er Birta, er það ekki? Það er aðeins og harkalega hana í Hörpu, Hörpu. held ég. Og Fjölniskonur fá gullið tækifæri til að vinna upp markamuninn. Náðar að svara þessu. Já, þær munu allavega að reyna. 2-1. 14:30 á klukkunni. 2 mínútur í powerplay. Byrjar ekkert svakalega sterkt af því að það eru strax komnar í vörnina en Elisa fljóta að svara og vinnur þetta strax tilbaka. Berglind með flottan snúning hérna í varnarsvæðinu. Kýs að chipa honum ekki út sem geti verið mistök af því að Agga er með góða pressu og reynir að vinna puckinn tilbaka. Eva með hann á bláu. Nú kemur hún niður í horn. Agga sækir, setur hann aðeins og fast í battan hana. Þá bara endursetja og koma aftur. Sendingin upp á Sofíu. Sofía vinnur hann inn, kemur hann djúpt. Heldur hann bara ennþá, setur hann fyrir en enginn til staðar til að klára þetta. Pucknum afturkastað. Flott penalty kill hérna frá þessari stelpum. Sofía inn í miðjuna, Agga með hann, reyna að koma hann á steinunni, næst ekki. Sofía sækir. Reynir að fara í skotið, hann skoppar hérna, lausir frá markið. 35 sekundur á powerplayinu. Offside dæmt en mér finnst þetta. Ég er ekki viss. Chelsea og Barcelona í Champions League. Þeir fatta sem fatta. Ég fatta ekki. Ég er ekki í boltanum. En við stillum upp fyrir utansvæði SR stúlkna. Lára, föst móttak hana. Kemur honum yfir, Sofía. Vinnar hann niður í hægri. Þetta er Elisa. Elisa, afsakið. Það kann kastað út. Hjálpi mér, segir hún. 10 sekundur eftir á powerplayinu. 3, 2 og 1. 5 á 5 er spilað. Birta komin aftur inn á. Þarna Hættuleg tilraun, góð sending fyrir frá Láru. Agga setur hann á bláu. Mikið pláss. skot. Það er vel varið. Vel varið, sérstaklega með Sofíu þarna beint fyrir framann í skríninu. Erfitt að verja. Pressa hana saman. Karen er eitthvað að leika sér hérna skautandi út allt svæði en endar á að missa hann. Arna sendir hann inn. Berglind með góðan sjens en kemur pucknum ekki áfram. Agga reynir að koma yfir á Sofíu aftur en hún fer bara í skiptinguna. Og SR halda pucknum. Berglind. Hún er upp á Brynju, Brynja setur hann aftur niður á Berglindi. Berglind er að höndla vel þessa pressu hérna frá Elinu. Brynja, skot. Skoppar inn í slottinu. Puckur ennþá laus. Skotið kemur aftur en
blokkað. Steinun gerir vel að opna plássið fyrir Elísu til að skauta hana niður. Það gleymdi ennþá með hann en missir hann. Elísa komið með hann. Elísa finnur sér pláss, tekur sér tíma, finnur Evu og reynir að koma yfir á Andreu en setti ekki fiskuð. Gunnborg kom með hann inn. Sendingin inn í miðjuna. Spilar alla leið í kringum svæðið. Chipaður svo inn, Eva með hann. Agga. Agga fyrsta sendinguna. 3 á 2 og komin í gegn. Nei! Og hann er inni! Rosalegt múf þarna hjá Öggu. Kemur hún síðan á markið, pökkurinn ennþá laus fyrir framann og það er Sofía Sara Bjarnadóttir sem er nær að pókanum inn og jafna fyrir Fjölniskonur. Er þetta að fara í overtime, Baldur? Já, við skulum bíða að sjá, það er þá 10 mínútur eftir. 10 mínútur eftir. En ef ekkert breytist, þá erum við að stefna í framlíku og vesen. Ég er frekar viss að Fjölnir hafa tapað seinustu 2 leikjum sem hafa farið í framlíku. Vissulega í báðum þeim leikjum hafa leitt fyrir að hitt liðið jafni en hörðpressa hérna hjá Fjölniskonum. 3 á 2. 3 á 2 jafnvel. Já, mögulega. Bríett. Við erum á Ingu. Skiptilega á Ingu. Andrea með hann og fer sjálf, reynir miðjuna en Kristína er fyrir. Andrea með góða sendingauna yfir á Elísu. Mjög vel tímasett. Lára, inn á Elísu. 2 á 1, Elísa. Missar hún aðeins frá sér. Skotið ennþá á markinu. Lára liggur hana inn í krísunni. Þessar konur vinnan. Og pressa. Lára á réttum tíma en missir við pökkinn úr því en það er alltaf lagi. Elín með góða vörnartakta og vinnur hann tilbaka. Sofía. 1-3 en kemur hún samt á Láru. Nei, Öggu, segi ég. Eva með skotið. En vel varið þarna. Gott skot, betri varsla. Sammála. Júlíana búin að standa sig afskaplega vel. Face-off endar á endanum hjá S-ringum, kominn tilbaka samt til Steinunar. Steinun eitthvað að vesenast með pökkinn en nær honum ekki út úr þessar klípu og S-ringar þá komnar í 3 á 2, nei, þetta breytist í 3 á 3. Ragnhildur og sendingin rétt svo of löng. Elísa tekur á rás. Hún er bara sneggri en pökkurinn, skilur hann óvart eftir. Já, hvort hún hafi gleymt honum eða eitthvað svoleiðis en það eru spurningarna sem við munum aldrei fá svar við.
Elín pekar hann upp, kemur hann til hægri. Sofía skautar hann bara inn. Reynir að finna Elínu aftur í slottinu og nærði í næstu í. Elín bara komin aðeins svo langt fram til að tengja þessa sendingu eða hvort sendingin hafi verið aðeins svo aftarlega. Inga inn að vinna. Sofía hann á Alvöru færi. alveg á réttu stað, spennt og laus. Anka með hann. Aftur á markið. Júlíana með sýningu í markinu. Já. Rosalega vel gert en við okkar að bara taka aftur á þessa staðsendingu hjá Sofía á bláu línunni. Hárrétt. Skellur á að klúrar á skotinu en það var vissulega góð vörn þarna hjá Júlíunu. Karítas fristir. Markmennirnir báðir í þessum leik eru búin að standa sig prýðis vel. Jú, virkilega góð færi báðum megin, lítið að mörkum. Já, en það bara 2-2. Skal vinna skotið og þarna Karítas með aðra góða vörstu. Eva kemur hún út og Harpa með sprettinn hérna niður. Reynir að koma hann á markið en rétt vítt. Kemur honum á. Elisa! Júlíana þarna og grípur hann undir pattan á sér. Lók og læs og allt í stáli. Já, það mætti segja það. Elín droppar hann á Öggu. Þetta virðist vera set play og það að virka. Anka komin í skotið en Júlíana er bara eins og veggur akkurat núna í markinu. hún er á eldi. Kemst ekkert fram hjá henni. Karen reynir sendinguna niður en næst ekki. Góð pressa hjá S-erningum. Og þær eru komnar í 2-1. Enda með bökk í skoti, kemur, laus. Og Karítas fristir. Mjög góð vörn hjá Elínu og mjög vel gert þarna hjá Karítas að spotta þennan lausa pökk. Ná fristan. Það er komin alvöru stemming í stúkuna hérna. Það er uppklapp í gangi. Það er stemming hjá heimamönnum. Voru að jafna. Þær vilja sigurinn. En hvað geta S-menn gert í því? Virkilega vel staðsett hana fyrir rýbandið og það endar í marki. S-yrningar komnir aftur yfir. Það er Arna sem að næra að skila þessum pekki aftur inn. Var það ekki hún seinast sem setja þær yfir aftur líka? Jú, ég held að sé tvenna á hana í kvöld. Já. Hvernig bregðast Fjölniskonur við þessu? Já, til að uppfylla þína spá þyrftu Fjölniskonur að skora 3 mörk og S-yrningar að skora 1. Það er nóg eftir. Vissulega, 5 mínútur á klukkunni. Og ég veit það að Emil Allegard, þjálfari Fjölnistelpna á alls konar brellur og brauð. Hann á eftir timeout og fullt af bulli sem hann getur
togað upp úr rassvasanum. Það eru þessi sænsku gæði sem þú færði ekki í IKEA. Elisa hérna komið með puckinn. Pókaði burtu en Andrea er á bláu línunni, nær að stoppa hann. Þessi með góðri vörn. Uppárum hana í... Vel gerðu Gylfi með steinunni fyrir. Steinunni með skotið. Ennþá laus. Elisa með skotið. Júlíana með aðra góða vörslu þarna. Þetta er rosalegt að sjá. Hún er ótrúleg. Akka. Upp á Eva. Nær ekki skotinu. Pucknum pókað út. Andrea tekur á móti, nær inn í miðjuna og Lára kemur inn. Þar er Bríett sem hann vinnur hann yfir á Birtu. Og upp. Annað klúðra skot þarna. Vissulega frá hinu liðinu í þetta skiptið. Berglind. Taka ykkur á snú-snú-leiki þarna bak við marki. Það gengur ekki. Því Eva er mætt og hún tekur puckinn af henni. Akka komin á sprettinn. Sigrún Agatá! Hún er trippuð, þetta er dómur! Birta að næla sér í 3. dóminn í kvöld. Jú. Ég hef spilað með Birtu áður. Hún er ekki típan til að næla sér í dóma en hún er búin að vera brjóta sér í kvöld. Jú. Það verða nú allir einu sinni glæpamenn. Já. Jæja. Emil Allegard er eitthvað að pæla. Og Eddie er ekki ánægður með brotið. Powerplayið hjá Fjölniskonum er mætt inn á. Emil Guardiola eins og sem ég kalla hann. Ég sá þau sænsku hjólinn snúast í hausnum á honum. Hann er að rembast við að gera eitthvað sniðugt. Elisa skotið og endar á markinu en þarna eru varnarmenn fyrir annað skot. Júlíana og þröngu færi. Júlíana grípur þetta bara. Elisa. Og missir puckinn. Eva með flotta örn tilbaka og Akka kominn inn í svæðið aftur. Sofía heldur honum, gefur hana Evu. Eva kominn í gegn. Eva skotið. Júlíana verður þetta framhjá. Lára. Elín. Elín aftur á Láru. Inn í miðjuna á Sofía með færi en Inga með killuna fyrir. Akka skotið. Gott skrín fyrir Öggu þarna en Júlíana enn og aftur með góða vörslu. Setur hann á Láru. Sækjan og setur hann bakvið. Sofía með hann. Kemur hann fram. Erfið staða. Pucknum kasta alla leiðina yfir og Karintas fer að sækja hann. Trappusveit, það er dómur. Þetta má ekki. Þetta er klúður. Skal ég segja. Fjölniskonur er að fá dóm, 2 mínútu dóm fyrir trappusveit línunar, svo kallar. Markmaðurinn má sem sagt ekki snerta puckinn fyrir aftan markmannslínuna ef það er fyrir utan þessar 2 trappusveitlínur þarna bak við markið. Vissuð þú þetta? Nei, þetta er eitthvað sem ég er að læra í fyrsta skipti. Já, þetta er
algeng mistök hjá markmönnum af því þessi regla er líttækt. Þá spilum við 4-4 í 39 sekúndur. Og síðan 5-4. Berglind að reyna að vinna hún út úr svæðinu en tappaði fyrir og Elín er síðan komin aftur í pressuna, vinnur hann. Hörkupressa þarna. Kemur á Evu. Og Caritas er komin úr markinu, þau ætla að spila 5-4, þau ætla að taka þetta powerplay. Emil er búinn að taka eitthvað upp úr rassvasanum og það er markmaðurinn. 5-5. Góð sending yfir á Láru og reynir upp á Öggu en það gengur ekki. Þau mega vissulega æsa hann af því að þau eru í PK. Þótt að þau eru 5-5 þá er engin markmaður í markinu. Þessina hættir stað. Ragnhildur. Elisa. 20 sekúndur eftir. Gunnborg með skotið og rétt svo slegið framhjá. Eva, 15 sekúndur. Ylva. Sjöp. 3, 2 og 1. Og það eru SR-konur sem að náðu að komast yfir með tæpar 5 mínútur eftir sem að vinna þennan leik. Júlíana með stórleik. Stórleik? Já, með tvennu. Nei, varði. Já, Júlíana, já. Í markinu. Rosalega góða vörslur hann að Caritas vissulega líka en Ekki döða til. nei. Rosalega leikur hérna. Rosa jafn. En já, ég þakka fyrir mig. Ég heiti Baldur. Ég heiti Greipur Rafnsson. Já, bara takk fyrir að horfa.